Vilhjálmur Þorsteinsson, gjör svo vel. Já, formaður og góður ráðsfulltrúar. Ég ætla nú eiginlega bara að óska okkur til hamingju með öllum með þessa tillögu. Ég held að hún sé söguleg að mörgu leyti og vil þakka sérnefndinni sérstaklega fyrir þessa vinnu. Ég held að þetta sé afskaplega góð og vönduð vinna og menn hafa tekist þar á, veit ég, mjög ólík sjónarmið og tekist á afar snjallan hátt að komast að niðurstöðu sem að mínum mati sameinar að mörgu leyti kosti mismunandi kerfa og þar af leiðandi, já, það næstu því ekki nógu gott orð að kalla þetta málamiðlun, heldur þetta bara einfallega snjöll lausn sem að sameinar að ná þeim markmiðum sem menn vilja ná í kosningakerfi. Það að segja, það í grundvallaratriðum eru allir frambjóðendur í framboði á öllu landinu, það geta allir kjósendur kosið alla frambjóðendur og í þeim skilningi landið þá eitt kjördæmi og öll atkvæði vega jafnt. Hins vegar að þá eru engu að síður frambjóðendur eyrnamerktir tilteknum kjördæmum og koma þar sérstaklega fram á kjörseðlum og þeir kjósendur í þeim kjördæmum geta valið sér þá fulltrúa eftir svo kjósa og sjálfsögðu geta svo Reykvíkingar kosið Vestfirðinga eða Vestfirðingar Reykvíkinga og svo framvegis eftir eigin óskum. Það hins vegar bundið að hvert kjördæmi fær að lágmarki tiltekinn fjölda þingsæta. Og svo ég ítreki það, ég held að þetta sé afar málamiðlun og ég vona að við getum sameinast hana og tek undir orð Þorkels á bæði ráðið og þjóðin og svo Alþingi. Þannig ég styð þessa tillögu eindregið. Ég tel líka að þetta sé eiginlega undirstaða undir mjög margt annað sem við erum að gera hér í þessu ráði. Ég held að með þessu kerfi þá verður umboð Alþingis og umboð þingmanna miklu skýrara og traustara frá kjósendum heldur en það hefur verið. Ég held að með þessu þá muni þingmenn sitja í skjóli kjósenda en ekki í skjóli flokka, fyrst og fremst. Það styrkir hina lýðræðislega keðju alla leið inn á Alþingi, síðan inn í ríkisstjórn og áfram til stjórnvalda almennt. Þannig ég held að þetta sé til mikilla bóta og traustur grundvöllur til að byggja lýðræðið á. Það þá bara minniháttar athugasemdir. Ég sammála breytingatillögu Þorkels orðalag að taka burt orðið hlutbundin kosning. Ég sammála honum að það ekki gott orð, en leynileg kosning af framboðslistum með persónukjöri, það tel ég vera gott orðalag þarna. Öðru leyti bara örlítið orðalagsbreyting sem að ég vildi gjarnan sjá. Það þá í málsgreininni sem að í lögum skal tryggja að hver kjósandi geti valið frambjóðendur af einum eða fleiri listum, í sínu kjördæmi eða utan þess, myndi ég vilja sjá. Ég held að það væri betra orðalag. Það nú smáatriði. En síðan held ég eiginlega það eina sem að mætti hugsanlega gagnrýna þá við þetta væri hvort að þessi skilgreining á kosningakerfi sé einhver leyti of laus í reipunum. Það þyrfti eitthvað að herða á þessu. Til þess að það væri ekki of rúm skilyrði til túlkunar í lagasetningu. Við viljum auðvitað gjarnan að þessi heildarhugmynd sem að lýst síðan í viðauka með þessum tillögum, að það sé hún sem að koma fram og að það verði þá kosið eins og Pavel lýsti til dæmis með krossum eða með STF aðferðinni sem að ég persónulega fylgjandi. En það held ég að sé svona kannski lykilatriði því sem við myndum þá skoða milli ráðsfunda, það hvort það væri einhver ástæða til að herða eitthvað á þessum ákvæðum til að minnka rými til túlkunar. En sem sagt, lýsi aftur yfir ánægju minni með þetta og vona að við getum myndað þetta breiða samstöðu. Takk.